Nú skulum við reikna nokkuð vel valin markgildi. Hérna það markgildið x-stefnu óendanlegt af x í þriðja sinnum e mínus x. Nú ef við skoðum bara hvað fyrir sig, x í þriðja klálega stefna óendanlegt þegar x-stefna óendanlegt, en e mínus x er að stefna á 0. Og ég fæ óendanlegt sinnum 0 sem ekki skilgreint, þannig að ég þarf að reikna eitthvað út úr hvað þetta verður. Ok, þannig að ég ætla að umrita þetta aðeins. Ég ætla að segja að þetta er jafnt og markgildið þegar x-stefnu er óendanlegt af x í þriðja sinnum e í x. Nú skoðum við í kafla 3.4 að e í x stefnir miklu hraðar á óendanlegt heldur en x í einhverju veldi a, þar sem a stærri 0 þegar x stefnir óendanlegt. Þannig að þetta hér markgildi verður sannarlega óendanlegt deilt með óendanlegu, en að því að x vex miklu hraðar þá er þessi hérna talandi striki miklu stærri og þetta verður 0. Og við getum sagt samkvæmt setningu 5 lið a í kafla 3.4. Ok. Hér er ekki nauðsynlegt að vísa akkurat í rétt númer, heldur bara að þekkja þetta e í x vex hraðar heldur en x í þriðja, koma því þá frá sér. Tökum annað dæmi. Ok, þá fáum við markgildið x-stefnu óendanlegt af x í mínus 3 sinnum e í x, mjög kemur líkt því sem var undan. Og við pröfum aftur að umskrifa þetta aðeins og segjum þetta er e í x deilt með x í þriðja. Sannarlega stefna þeir báðir teljarinn og nefnarinn á óendanlegt, en allt í allt stefnir þetta á óendanlegt vegna þess að við erum aftur með setningu hérna 5 lið a í 3.4, alveg eins og áðan. Og segja að við skoðum þetta, þessi hérna, bara alveg frá grunni, þessi hér x í mínus þriðja, hann stefnir á 0 þegar x stefnir óendanlegt, en e í x stefnir á óendanlegt þegar x stefnir óendanlegt, og 0 sinnum óendanlegt, alveg eins og vorum aðan 0 sinnum óendanlegt, var í þessu tilfelli óendanlegt. Munið 0 sinnum óendanlegt er ekki skilgreint. Pröfum eitt markgildi viðbót. Hér fá aftur markgildið x-stefnu óendanlegt af x mínus 2 sinnum e mínus x. E mínus x stefnir á 0, x stefnir óendanlegt, þannig að þetta er óendanlegt pluss 0, stefnir óendanlegt hérna teljarinn. Undirstriki stefnir, það sem undirstriki stefnir líka óendanlegt, þannig að aftur með óendanlegt til með óendanlegu. Skulum pröfa að einfalda þetta brota þessu. Skulum segja, þetta er markgildið þegar x stefnir á óendanlegt af í deili gegn með x, ég semst lengi með x hérna. 1 á móti x, fyrir ekki? Þá fæ ég 1 mínus 2 sinnum, það var eitthvað grár þessi, 1 mínus 2 sinnum 2 á móti e í x sinnum x, staðan fyrir að skrifa e mínus x deili með e í x, deilt með 1 pluss 3 á móti e í x sinnum x. Svo þetta er undir strikinu hérna í brotinu. Og við sjáum að þessi hér stefnu óendanlegt og þessi stefnu óendanlegt, sjáum við erum benda hérna e í x stefnu óendanlegt og þessi stefnu óendanlegt, óendanlegt er óendanlegt, þetta er 2 á móti einhverjum stefnu óendanlegt, þannig að allt í allt stefnir á 0. Þessi hér stefnir á 0 þegar x stefnir á óendanlegt. Og sama gerist með hennan hérna, það stefnir á 0 þegar x stefnir á óendanlegt og eftir stendur 1 deilt með 1, það er 1. Og hérna var óendanlegt deilt með óendanlegu 1, sem gildir alls ekki alltaf. Ok, pröfum eitt dæmi viðbót. Við fáum markgildið þegar x stefnir á 0 frá hægri af ln af x deilt með x. Ok, við vitum eitthvað hvernig ln af x og x hegða sér með við hvernig annan þegar x stefnir á óendanlegt. Þannig að hvernig væri að breyta í svoleiðis markgildi? Já, ok, akkur ættum við að breyta? Pröfum fyrst að sjá hvað gerist. Við vitum að ln af x stefnir á mínus óendanlegt þegar x stefnir á 0 frá hægri og við vitum að þessi undir striki stefnir á 0, x stefnir á 0 þegar x stefnir á 0. Þannig með mínus óendanlegt deilt með 0, það er sannarlega ekki skilgreint. Þannig að við þurfum eitthvað að reikna. Ok, í staðum fyrir að hafa hérna að x stefnir á 0 frá hægri þá væri voða gott að við væri með eitthvað markgildi þar sem er að stefna óendanlegt, eins og við þekkjum þessi föll hérna þegar x er að stefna óendanlegt. Þetta breyta nokkar stefna óendanlegt. Ég ætla að gera breytskipti. Ég ætla að láta x vera 1 á móti t. Nýja breyta mín sem sagt, t, er 1 á móti x. Ok, þá sé ég að þetta hérna markgildi er jafnt og þegar t stefnir á, já þegar x stefnir á 0 frá hægri, séu að það eru að skoða hérna markgildið
þegar x stefnir á 0 frá hægri af 1 á móti x, það óendanlegt. Óendanlegt með þess að þá verður t hérna að stefna á óendanlegt. Og athugið líka að hérna markgildið þegar x stefnir á 0 frá vinstri af 1 á móti x væri náttúrulega mínus óendanlegt, en við erum ekki markgildið frá þegar x stefnir á 0 frá vinstri, en það væri þá ln af x alls ekkert skilgreint ef við verðum að stefna á x hérna á 0 frá vinstri. Þá væri þetta markgildi bara ekki til. Þannig að við tökum þetta út hérna og þetta ekkert með. En allavega höfum hérna ef sambandið á milli x og t svona, þá þegar x er að stefna 0 frá hægri, þá t að stefna óendanlegt. Þess vegna verður þetta svona hérna. Og svo skulum við gera breytiskipti í fallinu okkar, ln af 1 á móti t deilt með 1 á móti t. Og svo umskrifum við þetta og fáum markgildið, t er að stefna óendanlegt, og í staðin fyrir að deila með 1 á móti t þá margfalda ég með t, og í staðin fyrir að taka ln af 1 á móti t segi mínus ln af t. Þetta var einu reglan sem við vorum með. Og skoðum nú hvað gerist. Við erum með t hérna sem stefnir óendanlegt. Við erum með ln af t sem stefnir líka óendanlegt. Þegar t stefnir óendanlegt þá stefnir ln af t óendanlegt. Þannig við mínus óendanlegt sem óendanlegt, allt í allt fáum við mínus óendanlegt. Þetta svarið.